Já. Góðan daginn eða kvöldin. Já. Já, ljósmyndir var þetta með. Hvað var þetta með? 6460 krónur. Já, 6460 krónur. En eins og þetta sem þú ert að lýsa núna með þetta, vantarlega eru allir Microsoft og allir alveg vantarlega bara og kafi að vinna að vera undan. Já, það sem er eiginlega meira skeri sko í þessu öllu er að leið og quantum computing er orðið almenn eign, að öll dulkóðun sem hefur verið gerð síðustu 50 ára eða 70 ára eða hvað það er, hún er búin. Það er komin tækni til að dulkóða sem quantum computing getur ekki. Og við lendum aftur í svona Y2K, svona 2000 banda. Af því að allt sem það þarf að uppfæra allt sem að fyrir kom og undan kom. Við erum að uppfæra alla dulkóðun frá því 1960 eitthvað. Í öllu. Við erum bara að tala um í öllum tækjum og hverju sem er, þannig að við höfum nokkur ár núna til að klára það áður en að einhver kemst í þetta. Annars bara er þetta, gagnslaust. Það er bara mikið að breyta sko, svona alltaf bara AI og allt þetta kjaftaði. Jú, það er náttúrulega bara... Það er ekkert hvað það gerir almennilega. Nei. Það rústi öllu. Já, það er það sem maður er nú... AI fær að vinna með quantum computing sko, bara upp á eigin spýtur til dæmis. Hvar erum við stödd þá? Þá erum við bara komin eitthvað, Skynet, bara Terminator eða eitthvað. Já, ég meina, við getum talað um það, það getur bara, bara að treyta niður mannkynið eða bara taka yfir og byrja... Jú. Við þurfum bara að setja... Klárlega. Það er bara að koma í sjálfstæða hugsun, þannig að þú veist... Já, þessi tækni er náttúrulega miklu fljótari hugsun við, sko. Það er gert allan áskotan. Jesus Christ, maður. Við erum komin í þetta. En... Mér vandar ekki heyrinn þetta verið að berjast við 12 robóta, eða þú veist bara... Já, þannig að sko við erum bara að passa að við getum slökkt á þeim. Já, nákvæmlega. Ég held að það sé aðalmálið, að við getum kippt þeim úr sambandi. Já. Ég er náttúrulega ekki alveg með eins fullkomna sko líkama á við að þurfa ekki sko rafmagn. Jú. Við náttúrulega erum nákvæmlega eins og við bara fáum orku úr matnum og svoleiðis. Já. Þú veist, ef að kemur róbótar sem getur eingöngu hlaðið sér bara sólarorku og passa að þeir detta ekki út. Já. Þá erum við kannski komin í vandamál. Já, þetta var það. Ég veit það. Reyna að hugsa bara sem minnst um þetta. Já. Ég held að þetta sé bara komið. Það skal venjulega meill bara, veist. Já, bústur með þér og... bara í gamla lagi.
Þetta er nýja lag. Það er hún gammal eða eitthvað. Það var bara pakar hún við hérna, en hún er ung. Þannig að kannski tilengja sér bara nýja útliti. Jú, Það var ekki það fyrir það síðar. jú, enda það er til í það bara, þetta er forritið þetta er ekki Teamsið eða... Nei, þetta er ekki vefurinn. Ok. Við erum búin að setja inn hérna skráðnar. Og hún er með aðgang að þessum drifum. Já, þetta Og doppelklikka fyrir mig á hérna Adobe, hérna... Photoshop eða eitthvað svona... Creative Cloud sem Já, það er Adobe Cloud, þetta sé við þetta. Hvað heitir þetta forrit? Creative Cloud. Creative... Photoshop-ferðinni. Já, sko. Það opnast bara og það opnaði hérna... Hvað svo? Creative Cloud. Creative... Það var samt hérna sko. Skal hún setja inn? Já, þetta er Photoshop. Nei, þú veist, ég meina, þú veist... Já. Sko... Það er hérna Creative Cloud app sem að completed. Ég var að logga mig núna inn. Þú veist á söguna, sem er minn user. Og products. Bæ, ég meina ég er með bæ. Það fór 100 áskall á mánu, eða ári fyrir alltaf pakkan, sko. Það er ekki bara að þú er búinn með license, þú er búinn að fá hann. Það er ekki bara bundið þessa vél eða plus. Nei, hann er bara, ég sést ekki að láti hann að hafa. Já. Þetta kemur í Photoshopinu. Já, ok, hún getur bara farið inn á það. Og þá er það bara... Það er okkar hérna grein. Og ég meina, hvað annað getum... Teams. Cannot open this item. Hvað? Teamsið hérna. Já, ég setti inn í. Ok. Það er með Teams hér. Ok, veitu hvað... Ég var að velja þarna. Já, ég tók hitt út á eitthvað gamalt. Já, ok. Þá erum við Teamsið, og með þetta, og með drifin. Og svo erum við með hennaforðin. Þá, basically, er hún bara... Veist, ekkert sem að hún geti... Þannig að hún var allur. Ég meina, hún er bara með mölningsvél hérna. Já, ágætt svél. Já, ekkert. Já. Hvað var í þessu? Þetta er 70 gigaðið 11 Gen, það er allt í lagi. Þetta er ekkert gammalt. Hæ? Þetta er ekkert gammalt. Nei, alls ekki. 36 gigi minni. Ok. Þetta er bara helvítis orkuvél. Það er bara ekki að það er skjárinn, sko. Það er svo sjúklega bjartur og kristi. Allt er best. Já, þetta er alltaf bjart, sko. Já, ég er svona bjart. En, ok. Það setjum við bara hlæslu og þá getur hann bara verifæðið á milli okkar. Finnið út úr hinnu. Men ég er alltaf komið með eitthvað þarna streymi í gang og... Þú skoður þetta. Finnadröðu. Hefðu. Þá erum við alltaf búin að... Þá get ég sett inn á stað. Það er bara að þrýfa hana. Shoot down og... Þrýfa kvikindið. Herður, takk fyrir í bíli, kærlega. Ok, hérna, þú sendið mér hérna reikningu daginn. Já. Og var ég ekki búinn að borga hana, hvernig var það? Nei, helst ekki. Það kom ekki kafa eða eitthvað? Nei, ég held að það komi bara
Pósthúsinu. Ég var alltaf að hugsa þetta, ég sá Ég þetta bara. er bara að læra þetta, við vorum bara að stofna þetta. Já. Kennitölu og þetta, sko. Þetta var reikningum í 2 held ég sem ég sendi. Já, ok, veitu, svo ég gleymi þess ekki, því annars, þú veist, bara, því ef það er ekkert á heimabankanum, þá náttúrulega, Já, einmitt. þú getur bara algjörlega gleymt því, sko. Þetta er undir Armonia. Það kom ekki beint frá Payday. Það kom ekki frá mér. Já, Payday. Kemur frá Ég verð að gera það núna, annars bara, Kemur ekki það. Því hvort það er merkt Armonia. Armonia hana. Já, Svo að ég sé þetta heima og ég setja önvita á þetta, því að, svo ég gleymi þessu ekki alveg, svo kíkir maður stundum á önvit files, eða önvit þarna eitthvað, og þá, Heyrðu, ég græði þetta snöggast. Hérna setja þetta á nýja reikninginn. Það var svona mækraþing sem við erum að laga síðan, en þetta var aðalatriðið. Þannig að við erum búin að byrja það, þannig getum við farið, senda það í burtu á landinu. Takk hérlega í bili. Bye bye.
stendur, skilur glæpamaður eða eitthvað bara. Já, það væri hægt að fara á sakaskrá, skilur þú veist. Ef þú ert eitthvað iffy þá kannski ert eitthvað smeykur með að gera það, skilur. Það byrja eitthvað svona og maður ætla að vera að baka stífur skiljanlega eitthvað svo lagnar og hanskis fólk sem selja mat. Já. Það er eitthvað að senda á hana Róbert bara að spyrja hann og ertu ennþá með eitthvað svona kringu þig fólk sem er að, þú veist, maður leiði ykkur að forganga þess að voru eða eitthvað svoleiðis að bara gefa hann upp enda hærra verð og bara klára þetta mat eða hvað finnst þér? Já, ég hérna skal ég segja þér klárlega að taka þess andalinn líka, ég ætla að taka þetta við Gauja snakast og hérna með þessa pælinga með þá hvort að það verði ekki og þá náttúrulega bara er það þannig að við bara fáum einhver x prósentu skilur við eins og ég ætla að færa handboltadeildin nýja lokum, nýju samvíki það var bara eitthvað 10-100% af veltu eða 10% af veltu eða eitthvað og það, þú veist
gerir okkur sennilega bara sama, sömu tölu, nema bara, veist, það fyrir þeirra og þeir njóta góðs að því og við. Ég skil það alveg, en sem þetta getur gaman að gera hálfum okkur ekki að flotta að vera bara með eitthvað eitt tjald sem getur sem skýta upp á bál. Nei, við erum aldrei með eitt tjald, við erum alltaf einhvern veginn bara, veist, með einhverjum varfærnum skrefum nálgast þetta, skilurðu, með að minnka þetta. En það ekki bara svona næst að skrifa eitthvað bara að gá hvort þið getur gert þetta almennilega eins og við heldum samt vögnunum inni? Jú, við heldum alltaf vögnunum inni, það er bara að fasa þeim út, skilurðu, veist, minka þeirra hlutdeild. Já, en við heldum við getum alveg samt farið í sömu vagna og vorum við í fyrra. Nei, það er ekki svo marga. Nei, við vorum svo rosalega marga í fyrra. Það var svakalega marga. Þú voru ekki með jafnmarga? Nei, við vorum alveg með, þú veist, það er hlæstur hérna. Það var alveg talsveit mikið þeirra. Við gáðum svo síðan að þeir komu ekki aftur, þeir fengu það veðrið stoppaði svo marga, allir ruku bara heim, skilur, þannig að nokkri af þessum bara... Margt sem að alltaf, veistu, svo erfitt að ferja árum með götu þannig að það er svona nýtt verkefni sem við erum að taka að fyrir þessu núna með kastmyndinu. Ég skil alveg vel gera þetta núna. En það lendir alltaf samt á. Þú vilt örglega það líka alltaf þegar þú vilt að lenda með að redda tjaldinu og tjaldaði í byggðum sjálfur og þau verða standandi yfir okkur á síðustu stundaláta sem redda sér hinn og þessu og þess að það er svo erfitt. Það er bara að geta tekið bara af henni svefn í góð dag. Maður hefur ekki... En maður ætlaði að fara í þann sálma að gera það. Það gerði síðast og ég veit ekki að það ekki gerast. Það var alltaf bara algjör frumraun og með ekkert backup og þess ekki neitt og tónleikaformann. Já, þú veist, núna ef þið ætla að gera það þurfa að taka þetta alveg með trökk og díu og ég bara, þú veist, það er raunverulega ekki ráðlegt að svara þessu fólki eitt strax. Ég ætla aðeins að lofa að Gauja að koma til þessi í stöku og allir var að senda mér núna aftur á hann. Það var þetta uppgjör bara, þú veist. Og þannig ég ætlaði að ná þeim í dag en ég náði þið ekki. Þannig ég var að fara til þessu á morgun og fá það til þess að ég var að leita að auka mús sem að ég svona pakka frá Tröst. Það sé bara svona einari. Við eigum samt alveg bara svo marga mís hérna inni. Hérna í konta svona 5 mís. Kannski við erum 5 mís hérna sem við vorum að setja hana. Það var allt þeim. Þetta er bara út mús. Það er bara Hversu maður mús, hvað er þetta að geti? Tröst. Og verkileg Tröst. Það er svo helvíti þægilegt nefnilega ef þetta er orðið bara installað í vélina þá ég bara að láta hana yngu hana. Strax.
Hvað er? Heyrðu, hann ekki heima. Ég veist að hann var ekki ómið. Já, nei, ekki mikið. Ég er að skrifa bækurnar. Já, ok. Já, það má ekki svo tröfla að vinna til fólk. Það er ógeðslega gaman. Já, ég veit það. Ég veit allt það. Það er mjög skemmtilegt. Og gefandi. Já. Ok. Ok. Já, takk. Bye. Já.